Starfsgreinakynning fyrir grunnskólanemendur á Suðurnesjum hefur verið haldin reglulega frá árinu 2012 og hefur vaxið með hverju árinu. Hátt í 100 ólíkar starfsgreinar voru kynntar fyrir grunnskólanemendum í íþróttahúsinu við Sunnubraut í Keflavík á dögunum og mátti sjá nemendur kynna sér hin ýmsu störf með opnum hug. Margir krakkar voru því að starfið þyrfti fyrst og fremst að vera skemmtilegt en launin var ekki endilega í fyrsta sæti. Kynningin er mikilvægur þáttur í því að auka starfsvitund og skerpa á framtíðarsýn ungs fólks. Henni er sérstaklega beint að eldri nemendum grunnskólana, meðal annars vegna þess að hlutfall þeirra 10. bekkinga sem halda áfram námi að loknum grunnskóla hefur verið lægra á Suðurnesjum en annars staðar á landinu síðustu ár. Hvernig eru krakkarnir að bregðast við ykkur? Eru duglegir að koma að skoða hérna? Já, þau eru mjög dugleg og þau muna svolítið eftir sinni leikskólagöngu. Þannig að það svona kveikir einhvern áhuga hjá þeim. Hverjar eru svona helstu spurningarna hjá þeim? Það eru launin og lengd háskólanámsins. Og bregðastu strax við? Segja þau svona, já, launin er ekki nóg há eða? Þeim bregðum við. Þau eru greinilega búin að vera að kynna sér laun annars staðar og þau eru að heyra okkar grunnlaun. Þá hafa þau svona hörfaðu frá. En haldið þið að krakkarnir viti svona mikilvægi þessa starfs? Já, við erum náttúrulega búin að reyna að kynna það hérna, hvað við erum að gera í leikskólanum og hvað við erum að reyna að efla, en leggjum áherslu á að þetta er alltaf skemmtilegt starf, engin dagur eins, þannig að upplifun þeirra og dagurinn líka, hann er bara fljótur að líða og upplifunin er alltaf góð, oftast nær. Ég sá að varst að ræða við hana Sigurdögg kynfræðing, hvað var hann að segja þig? Það var mjög gaman að vera kynfræðingur. Hún var að segja að það væri bara eitthvað 5 ára nám og bara var að læra bara allt kynlíf og alls konar. Og hefur þú áhuga á því? Ég er ekki alveg að ákveða það. Það var gaman að tala við hana. Og þú ert að skoða alla möguleika, er eitthvað svo sérstætt sem að heillaði hérna? Já, húsasmíð. Ég er að skoða það svolítið. Og hverju spáir maður í? Launum eða hvort sé skemmtilegt í vinnunni? Hvað er það svona helst það sem að þú spáir í? Mér langar frekar að skemmtilegt í vinnunni. Það er aðal. Þú ert fiskeldisfræðingur, ekki rétt? Jú, nýútskrifuð, meira að segja. Hvernig kviknaði áhuginn hjá þér að verða fiskeldisfræðingur? Herði, ég eiginlega bara fór svona óvart út í þessa starfsgrein í rauninni. Ég var að koma á fæðingarorlofi og sá auglýst og ákvað að fara og svo bara fannst mér þetta það gaman. Ég ákvað að fara bara lengra og mennta mig og þetta er bara ótrúlega skemmtilegt nám og bara vinnan fjölbreytt og ég mæli alveg með þessu. Hvernig er þetta nám? Hvað ertu lengi að læra þetta og hvað svona felst í þessu? Herði, þetta er sem sagt ársdiplómanám, tekur á Hólum í Hjaltadal og þá er þess að 90 einingar allt í allt og svo tekur við verknám þá yfir sumartíman. Þannig að þetta er þá bara haust og vorönn og svo sumarönn og svo bara útskrifst það þá haustið. Hvað eru krakkarnir að spyrja um? Við erum með vinsanlegan bás hérna sýnist mér. Herri, já, þau eru aðalega að spyrja bara hvernig fiskurinn er. Þau vilja fá að halda hann og snerta hann sko. Hann er svolítið öðru sér, hann er nefnilega ekki með hreistur eins og flestir fiskar. Hann er svolítið svona grófur, þetta er svo sandpapír. Og þau eru mjög forvitin hrognin hérna líka hjá okkur. Við erum með lifandi laxarhrogn, frjóðguð bæði sem eru komin á augnstig, þá eru augun komin fram og svo þau sem eru bara á frumustiginu í rauninni ennþá. Og eru þau svolítið forvitin starfið? Já, þau eru svolítið að spyrja sko, hvað maður þarf að gera til að vera fiskeldisfræðingur, hvað við gerum dagsdaglega og svona, hvort það sé skemmtilegt og þau eru mjög duglega að spyrja. Þetta er hjúkrunarfræðingur í sporum slökkviliðsmanns, ekki rétt? Jú, það er rétt. Og hvernig líður þér í gallanum? Þetta er mjög þungt og mjög heitt. Þau hugsa þessi mjög erfitt að vinna í þessu. En þitt starf er svo sem ekkert auðvelt heldur? Nei, svo sem ekki. Svolítið öðrum vettvangi kannski. Hvernig er þetta kynna þetta fyrir krökkunum og hvað eru þau kannski áhuga sömust varðandi þitt starf? Í rauninni bara það sem við erum að gera. Þetta er rosalega fjölbreytt starf. Það er erfitt kannski að setja þetta svona niður og þrengja kannski til þess að kynna fyrir krökkum en þetta er mjög fjölbreytt. Hvað spyrja þau um? Spyrja þau launin eða svona? Nei, í rauninni kosta galla bara við vinnuna. Hvað er langt nám? Það er engin spurt laun. Og svo bara hvað við erum að gera. Og eru stelpurna meira að koma til ykkar eða koma strákarnir líka? Það er búið að koma svolítið að strákum sem er bara jákvætt og er áhugasamur hvað við erum að gera. En meira stelpur samt. En þú sjálf, hvernig kom það til að þú fórst að læra þetta á sínum tíma?
Ég hef bara alltaf hugsað mér að fara í þessi störf sko, þegar bara frá að ég var krakki. Ætlaði að vera ljósmæður, en hef ekki farið þangað en þá. En er búin að vera að vinna við sem hjúkrunarfræðingur í 12 ár. Fjölbreytt, ótrúlega magna starf. Hvað finnst ykkur spennandi hérna í dag? Löggan. Já, mér myndi finnst ljósmyndari en ekki, en annars finnst mér bara allt mjög spennandi. Á hverju löggan? Mér langar að vera lögga í framtíðinni. Já, á hverju? Hvað það eru? Spennandi bara. Já, það er bara mjög spennandi. Hvað er spennandi við lögreglustarfi? Bara allt sem þau gera, sko. Ég veit það ekki alveg. Eitthvað fleira hérna sem er spennandi, heldur en löggan? Já, ég hef áhuga líka á svona lækna dæmi, þannig að skoða kannski það líka. Hjúkrunarfræði? Já, eitthvað svona ljósmóðir eitthvað. Þú nefnir hérna ljósmyndur, viltu eitthvað svona svipað? Já, ég vildi vera ljósmyndari en hann er ekki, en þú veist, það er mjög mikið annað líka spennandi. Hvað er annað spennandi? Leikari, hárgreiðslu, konar. Hvað vekur áhuga ykkar hérna í dag? Læknisnám, eða tannlæknirinn. En hjá þér? Maður. Fiskefnafræðingurinn. Hérna. Hvað segirðu? Hérna, í báðan. Örugglega bara tannlæknir og förðun. En hjá þér? Hérna. Hvað er svo spennandi við Bláa lónið? Það er bara svo rosalega fjölbreyttur vinnustæður. Við erum með 850 manns og við erum með, þú veist, allt frá læknum upp í vélsmið eða húsasmið, leikara. Við erum nú með tannsmið líka. Það var ekki einhver tannlæknir, það er kannski ekki að gera við margar pennir þar. En við erum með bara svo fjölbreytt og skemmtilegan vinnustæð. Hvernig kom það til að þú fórst í þessa starfstétt? Hvað kveikti áhugann? Ég veit ekki, þetta er svo sem alltaf blundaðis í mér. Þetta var, ég stökk á þetta bara, eins og segi, fyrir 5 árum varð aflýsingarmaður í lögreglunni fyrst. Varð svo yfir mér hrifinn, fór í lögregluskólann og er hérna í dag. Sé ekki eftir neinu. Hvernig er starfið? Er það eitthvað eins og þú bjóst við eða þetta er svo sem, já, þetta er ódreiknarlegt starf í rauninni? Já, starfið er gífurlega fjölbreytt. Svo sem veitum aldrei hvað við erum að takast á við. Eins og í dag erum við hér og á morgun gætum við bara verið í bara búðaþjófna eða hverju sem er. Þetta er svo gífurlega fjölbreytt að við erum mjög ánægð með það held ég, bara flestir lögreglumenn, að maður veit ekkert hvað dagurinn ber í skauti sér. Hvað eru krakkarnir áhugasamir hérna hjá ykkur? Það sem er búið að vera svona mest að vekja áhuga í dag. Það eru kylfunar og eitthvað svona dót sko, en það er mikið verið að spyrja nýja lögreglunámið. Fólk er að velta því fyrir sér. Þið náðu náttúrulega að selja þeim aðeins hérna með alls konar skemmtilegu dóti, en eru hérna stelpur og strákar áhugasum? Já, alveg, við erum búin að sjá það núna að mikið af stelpum sem er að spá spekulera. Og það er náttúrulega bara það sem er að gerast í lögreglunni, að það er að fjölga konum alveg gífurlega og það er bara frábært. Það er það sem við þurfum. Fjölbreytileikinn, það er það sem skiptir máli í þessu og við erum að sjá það hérna að stelpunar eru gífurlega áhugasamar og eru oft með svona hnittnari spurningar en strákanir sko. Það er mikið kannski svona dýpri sem er bara frábært. Hvernig líst ykkur á þetta? Langar ykkur að vera lögfræðingar eða? Já, ég er alveg til í það. Já, við erum alveg til í það. Af hverju? Bara, við erum bara áhuga á þessu. Lítur út fyrir að vera skemmtilegt. Skipta launin einhverju máli eða? Já. Já, Eiginlega. smá.